komið sæl, ég heiti Ásta B. Schram og kennsluþróunarstjóri hjá heilbrigðissviðinu, auk þess sem að ég starfa líka að hluta með kennslumiðstöð og eins og þið kannski sjáið þá erum við frá 3 stöðum því að svo kemur Hafsteinn á eftir og hann frá Verk og nátt, ekki satt. Við sem sagt Sibba kynnum í rauninni niðurstöðurnar úr þessum megindlegu svörum rannsóknarinnar og síðan kemur Hafsteinn næst þá með úr opnu svörunum og síðan eins og þið kannski sáuð kemur Bethany með lokaorðin. En það sem að ég ætla sem sagt að fara í hérna að það eru viðhorfin. Hvernig svona líta kennarar á það að gervigreindin sé komin og komin til að vera því við vitum að hún komin til að vera. En viðhorf skipta alveg gífurlega miklu máli við alla innleiðingu. Þannig að það skiptir okkur máli að átta okkur á hvað kennurum finnst þetta allt saman og hvar þeir standa. Og það hefur líka verið fundið út að í erlendum rannsóknum að kennarar sem hafa litla þekkingu og litla reynslu að þeir eru yfirleitt svona neikvæðir gagnvart þessu því að þeir vita ekki hvað þetta jú, það meikar í rauninni sens því að þeir vita ekki hvað þetta og svona kannski mynda sér skoðanir án þess að hafa sem sagt virkilega skoða. En þetta eru þessi 3 atriði sem ég ætla að skoða, nú veit ég ekki hvort þið sjáið þetta hérna en þetta sem sagt viðhorf kennara til notkunar gervigreindar í kennslu, viðhorf þeirra til notkunar nemenda á gervigreindinni í náminu og svo viðhorf kennara til áhrifa sem að þeir halda að gervigreindin muni hafa á nám og kennslu. Og við byrjum sem sagt hér bara að kennarar þeir eru svona almennt jákvæðir gagnvart gervigreind. Við sjáum það að þeir eru svona varkárir og sjá að það séu möguleikar. Þeir eru jú einhverjir búnir að skoða og prófa og sjá að hún getur verið ágætis aðstoðamaður. En það mikil varkárni og áhyggjur af ýmsum þáttum eins og Sibba minntist á. Til dæmis bara eins og þarna stendur hvernig notkunin mun hafa áhrif á hversu djúpt nemendur eru virkilega að læra. En við vitum jú að dýptin mjög mikilvæg sko. Og viðhorf þeirra til gervinotkun í kennslu að þá eru þeir að spá í hvað mega nú kennarar gera. Og þið sjáið að samkvæmt þessum megindlegu gögnum að þá finnst þeim nú bara allt í lagi að kennarar noti gervigreindina í ýmisleg verkefni. Þetta svona hugmyndavinna eða afla sér einhverja hugmynda og að fá aðstoða sig við að semja og búa til eitt og annað sem að kennarar svo auðvitað hafa þekkingu til að skoða og fara yfir og sjá hvort það sé eitthvað vit í. Og þar sjáum við að það alltaf svona rúmlega 60% sem að jákvæðir gagnvart þessu að kennarar geri þetta. Svo sjáum við sko hérna og það kemur svo í ljós á næstu glærum líka að það ákveðin prósenta hérna sem alltaf mjög ósammála og svona þegar við erum að kafa niður í gögn og kannski ekki síst opnu spurningarnar sem að náttúrulega bara sumir svöruðu en aðrir ekki, að þar heyrir maður svolítið í þessum hérna sem eru bara mjög ósammála. Held ég, allavega það okkar tilfinning. Hvaða hugsanlega áskoranir neikvæðu þætti sérðu við það að kennarar séu að nota gervigreindina? Og þá það 12% sem sjá hreint og beint engar áskoranir í þessu. Þeir eru bara virkilega jákvæðir og halda þetta muni bara allt ganga rosa vel og bara það kannski bara bjartsýnisfólki og vonandi gerir það hjá okkur. Það bara gott að vera bjartsýn. En svo eru alveg 88% sem að hafa töluverðar áskoranir og hér opni kassinn, vinsamlegast lýstu þeim og Hafsteinn segir okkur nákvæmar frá þeim á eftir.
Og svo það viðhorfskennarar til notkunar nemenda og það svona aðeins öðruvísi og kannski kom okkur svolítið á óvart að það eru jafnvel hærri tölur. Þeim finnst þessum sem svöruðu þessari spurningu, þeim finnst allt í lagi að nemendur noti gervigreindina enda þeir eru að nota hana, við náttúrulega komum inn heldur ekkert í veg fyrir það, en þurfum náttúrulega að kenna þeim að nota hana, ekki satt? Og við komum að því atriði aðeins seinna, en þeim finnst í lagi að nemendur afli sér upplýsinga námsefnið og sömuleiðis að þeir leiti að efni, það alveg 85% og eigi svo samtal við námsefnið og þá gervigreindina, að þeir spjalli við gervigreindina hvernig þeir eigi að skoða þetta, hver séu gallar, kostir og hvað og þið vitið öll þið sem hafi prófað að maður getur spjallað alveg heilmikið við hana og fengið heilmikið út úr þeim viðræðum. Og svo spurt hvort það sé í lagi að þau fái hugmyndir að innihaldi verkefna og þar eru margir sammála því og svona svipuð prósent alltaf mjög ósammála og það svo að skipuleggja og móta verkefni og jafnvel þar það í lagi. En auðvitað eins og við vitum öll þá má gervigreindin ekki skrifa þessi verkefni fyrir nemendur. Og svo kemur þetta með að skrifa kóða, hvort það sé í lagi. Þið sjá þetta allt, það aðeins lægra en samt jákvætt og svo að skrifa texta, það auðvitað ekki kannski mjög æskilegt, að minnsta kosti ekki ef maður notar þann texta óskoðað í verkefni. Síðan spurning svo hvaða neikvæðu þætti sérðu við að nemendur séu að nota gervigreind í námi, að það eru 7% sem sjá engar hugsanlegar áskoranir varðandi það að nemendur bara geti nýtt hana, á hvaða hátt sem þeir vilja væntanlega þá. En svo eru hér 93% sem að hafa áhyggjur af þessu og telja að það sé mjög margar áskoranir og neikvæðir þættir og þar fer Hafsteinn líka í opnu svörin á þessu. Síðan það þetta með hvaða áhrif gervigreindin gæti haft á nám og kennslu. Og þetta náttúrulega risastór pakki þetta og ég bara að sýna ykkur örfáa glærur það. En hér sem sagt spurt að hve miklu leitastu sammála eða ósammála því að það hafi jákvæð áhrif á notkun, að notkun sem sagt gervigreindar hafi jákvæð áhrif á námsupplifun nemenda. Að þá eru það 48, það tæplega helmingur heldur að hún hafi jákvæð áhrif á námsupplifun þeirra. Færri trúa því að hún hafi góð áhrif á námsárangurinn. Og þið skulle endilega punkta hjá okkur eða eitthvað sem að þið dettur í hug og þið hugsið sem þið viljið svo ræða á eftir þegar við förum í umræðurnar varðandi þetta. Þetta svolítið athyglisvert, mér finnst svolítið athyglisvert þessi svör. Og námsárangur nemenda, gæði námsnemenda, að þá eru 36% sem halda að hún geti haft jákvæð áhrif á gæðin. Rökhugsunina, nei. Þar eru miklar áhyggjur á því að hún hafi bara hreinlega mjög neikvæð áhrif og sjáu þið mjög ósammála hópinn hér við 40% telur mjög ósammála því að hún muni hafa jákvæð áhrif. Og þetta eitthvað sem að virkilega væri gott að ræða. Og síðan kemur þetta, að hve miklu leitastu sammála eða ósammála því að hún hafi jákvæð áhrif á kennsluupplifun kennarana. Og það annað heldur en nemendana. Og þar helmingur sem að telur að þar sé jákvæð áhrif. Og svo það svolítið stór hópur sem svona frekar ósammála. Og sama hér, á gæði kennslu kennara.
Það er sem sagt tæplega helmingur sem heldur að hún muni hjálpa okkur, hún muni sem sagt ekkit, að hún muni hafa jákvæð áhrif á hversu vel við gerum hlutina. En svo er alveg rúmlega helmingur sem telur að hún muni ekki hafa góð áhrif á það hvernig við gerum hlutina og undirbúum kennslu. Það verður virkilega spennandi að sjá hvernig þetta kemur út á næsta ári eða þar næsta, því að við vitum, jú, þetta er 25, ef til vill er þetta þegar, ef til vill hefur þetta þegar breyst, sko, því að maður finnur að það er alltaf fleiri og fleiri kennarar sem eru að svona gera tilraunir með þetta.